eins og það var þegar ég var 8 ára. Og svo bara gerði ég það. Þegar ég var 8 ára, þá gerði ég ýmislegt heima hjá mér. En mér var aldrei nokkur tímann falið neitt sem að ég réð ekki við. Nema einn daginn. Þá sagði pabbi mér að nú ætti ég að fara niður í Landsbanka með skjal og fá það stimplað. Mér var lífsins algjörlega ómögulegt að skilja af hverju hann var að biðja mig um þetta. Hann var ekkert að biðja mig um það, hann var bara að fela mér það. En ég bara fór niður í Landsbanka með óskaplegri virðingu og djúpri lotningu gekk ég inn langt gólfið inn í enda milli málverkanna og gerði það sem ég átti að gera. Ég lagði skjalið á borðið og sagði við gömlu konur ábyggilega verið 20 ára. Já, fá þetta skjal stimplað. Og svo sagði ég ekki meira og hún tók skjalið og hún las það. Hún las það svo vandlega og svo mikið að mig fór að gruna leikslokin og þau voru líka eins og mig grunaði. Hún ýtti skjalinu til mín og sagði: Nei, vina, þetta er ekki hægt. Og ég sagði það sem að ég held að flest 8 ára börn í Reykjavík þá hefðu sagt: Jæja, takk fyrir. Og svo tók ég skjalið og mér leið skelfilega því ég hafði ekki hugmynd um hvað ég átti að gera. Og þá reis upp konan á bak við þessa konu. Hún reis upp á bak við glerið og hún kom fram og hún talaði vingjarnlega við gömlu konuna og svo horfði hún á mig yfir gleraugun sín og svo tók hún skjalið. Þetta var fröken Aðils. Fröken Aðils sjálf, fröken Þórunn Aðils, sem bjó í næstu götu við mig og ég held að hún hafi átt bankann. Og ég horfði á hana gegnum glerið hvernig hún las skjalið vandlega og ég sá þegar hún stimplaði skjalið. Og svo kom hún fram og brosti til mín og rétti mér skjalið og sagði: Gjörðu svo vel. Og mér leið svo vel. Ég vil segja okkur þessa sögu af því við erum að tala um Guð. Við erum að tala um vináttu Guðs sem að stimplar skjölin okkar. Guð stimplar fínu skjölin okkar ef þau eru fín. Og Guð stimplar skjölin okkar sem eru ekki fín. Og hún stimplar þau með svona stimpli sem er svona: Ég er búin að fyrirgefa þér.